Hæ, ég heiti Atli. Hæ, ég heiti Benedikt. Hæ, ég heiti Anton, ég er veikur. Hæ, ég heiti Guðmundur og við ætlum að fjalla Fight Club. Fight Club er kvikmynd sem er byggð á samnefndri bók eftir Chuck Palahniuk. Myndin er leikstýrt af David Fincher. Myndin er talin mjög góð enda er hún líka valin 12. besta mynd á IMDb. En auðvitað þá fylgir svona myndbundir spoilerar úr myndinni. Þannig að skemmtið ykkur. Skaðleg karlmennska er hugtak sem útskýrir þær eitruðu staðalímyndir sem samfélagið setur karlmenn. Hugmyndir eins og að karlmenn eigi að vera ríkir, massaðir og með mikið sjálfstraust. Þessar hugmyndir eru skaðlegar af því þær eru óraunverulegar. Við byrjum myndina á því að kynnast nafnlausa sögumanninum sem virðist í fyrstu sýn vera eðlileg manneskja. Sögumaðurinn vinnur hjá bílafyrirtæki þar sem hann reiknar út hvort afturkalla skuli bíla eftir bílslys. Sögumaðurinn getur ekki sofið á nóttunni og er að missa vitið. Hann vaknar á skrýtnum stöðum og man ekki hvernig hann komst þangað. Hann er alvarlega þunglyndur og er með sjálfsvígshugsanir. Hann felur þunglindi sitt á bakvið neysluhyggju, sérstaklega á IKEA-húsgögnum. Lífið hans einkennist af níhilisma sem þýðir að trúa á ekki neitt. Líf hans einkennist einnig af neysluhyggju og innbyrgðu hatri fyrir kerfinu. Síðan hittir hann Tyler Durden. Tyler Durden er sérvitringur í augum sögumannsins. Hann fer á móti straumnum og er með spennandi heimspeki í lífinu. Sögumaðurinn og Tyler stofna slagsmálsklúbb og meðlimum í hópnum fjölgar hratt. Í fyrstu gengur þetta bara út á að slást til þess að fá útrás, en svo sannfærir Tyler hópinn að fremja skemmdarverk á hlutum. Næsta skref Tylers er að byrja Project Mayhem, sem er hryðjuverkahópur með það markmið að sprengja upp byggingarnar hjá helstu kreditkortafyrirtækjum í Bandaríkjunum. Sögumaðurinn er nafnlaus og vinnur hjá bílafyrirtæki, eins og kom fram áður. Hann er oft ruglaður og man eftir fái. Hann ferðast mikið og á og til að fá út í öfgar, til dæmis varð bardagaklúbburinn að einhverjum öfgum og eins og með IKEA-húsgögnum hans. Sögumaðurinn er klófinn á geði og sefur ekki á nóttunni á því að hinn persónuleikinn hans er vakandi. Hann er þunglyndur út af svefnleysinu sínu og kaupir IKEA-húsgögn til þess að losa út reiði sína. Tyler kemur fyrst fram sem sessunautur sögumannsins í flugvél. Þeir tengja svo saman að hann biður að láta berja sig. Sögumaðurinn gerir það og þannig varð Fight Club til. Þetta var ávanabindandi fyrir þá og var alltaf meira og meira. Í myndinni er hann kynntur sem massaður, graður og öruggur karakter sem elskar að berjast. Hann er bókstaflega skilgreiningin á skaðlegri karlmennsku. Svona svolítið eins og staðalímynd alvöru karlmanns. Svo kemur í ljós að hann sé ímyndir sögumannsins allt sem hann vill vera. Seint í myndinni fattar hann samt að hann vill ekkert endilega vera þannig. Marla kemur fyrst fyrir í myndinni þegar sögumaðurinn fara í alls konar sjálfsfræðihópi til þess að geta fara að sofa. Marla þykist vera með alls konar sjúkdóma, annars og sögumaðurinn, til dæmis testicular cancer. En eins og við veitum þá voru þau hvorna, en á þeim punkt í myndinni er Marla Singer sýnd sem djöfulsins barn, algjör hóra og ömurleg kona. En í lok myndarinnar þá sést það að Marla Singer er eini sem er með vit. Heimspeki Nietzsche er margvísleg og flókin, en það eru nokkur grunnatriði sem hún byggir á. Nietzsche gagnrýnir hugtakið siðferði í ritum sínum. Hann rökstyður siðferði er byggð á trúarbrögði. Ef maðurinn hættir að trúa á æðri mátt, hættir hann að fylgja reglum siðferðis. Í bók hans, Þess bók Zarathustra, fjallar Nietzsche hrun trúarbragða út af vísindabyltingunni. Þar af leiðandi verður hrun á siðferði mannsins. Maðurinn er ekkert ólíkur öðrum skepnum út í náttúrunni. Í bókinni segir Zarathustra að maðurinn þurfti að þróast til að skapa sér æðri tilgang og móral í lífinu. Þetta kallar Nietzsche ofurmennið. Tyler Durden misnotar heimspeki Nietzsche til þess að ráðgast með unga menn og færi þá til þess að fremja voðaverk.
try.